Ég held að niðurstaður svona konar. Segi þá fund bæjarstjórnar nr. 3466 settan. Fyrir okkur liggur dagskrá í 6 liðum. Þetta er fyrsti fundur ársins og ég bjóða bæjarfulltrúa Tryggva Má Ingvason sérstaklega velkomin á sinn fyrsta fund á þessu kjörtímabili. Fyrsti liður á dagskrá fjárhagsáætlun á Akureyrarbæjar 2019. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar árið 2019, þar sem lagður fram viðauki. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér liggur fyrir okkur viðauki númer 11 fyrir fjárhagsárið 2019. Viðaukinn er gerður vegna 4 liða. Númer 1, styrks vegna endurbóta á bílaplani hjá Súlum Björgunarsveit krónur upp á 1,5 milljón króna sem er mætt með tilfærslu milli hagnaðarstöðva. 2, styrks vegna að upphaf 4
4 milljónir króna til Súlna björgunarsveitar vegna óeigingjarns starfs sveitarinnar í þágu íbúa á Norðurlandi síðastliðin 20 ár en við samþykktum það hér fyrir jól. Og þriðja lagi hækkunar á fjárhagsáætlun notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar upp á 45,7 milljónir króna sem mætt að hluta til með auknu framlagi úr jöfnunarsjóði upp á 19,3 milljónir og öðrum tekinu upp á 400.000 og svo í fjórða lagi tilfærslu launa milli hagnaðarstöðva hjá fræðslusviði sem hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðuna. Aukin útgjöld vegna viðaukans eru 30,3 milljónir króna og mætt með lækkun á handbæru fér og lagður hér fram til samþykktar. Bæjarfulltrúi Halla Björk Einarsdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það og orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar að þessi tilefni aðeins að nefna að árinu 2018 voru samþykktir og teknir fyrir 17 viðaukar. Á árinu 2019 eru þeir 11. Og þessir viðaukar, þeir hafa tekið til fjármuna sem nemur 1,1 milljarði. Þetta er bara umhugsunarefni af hverju við stöndum frammi fyrir því að vera að taka fyrir þetta háar upphæðir í sjálfu sér í viðaukum á einu ári þegar við erum búin að gera fjárhagsáætlun. Ég geri mig grein fyrir því að það er eitt og annað sem þarf að kannski að taka inn sem er óvænt, hugsanlegar launahækkanir, við þurfum að taka fyrir viðauka, við erum að færa á milli liða og eitthvað þá verður náð, það er í einstaka tilvikum þannig, en þau eru mjög fá. Ég bara nefni þetta hérna vegna sem ég held og tel að ef við ætlum að ná tökum á rekstrinum, þá þarf einhvern veginn að ná stjórn á þessu fyrir svo utan það að hver beiðni viðauka kallar á 2 umræður í ráði plús bæjarráði og svo í bæjarstjórn að þetta tekur tíma. Þannig ég hvet meirihlutann og okkur öll til að draga sem mest úr þessu. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, varðandi þennan liðum viðauka, þá vil ég að sjálfsögðu taka undir þessi orð bæjarfulltrúa Gunnars og sama tíma minna okkur á að við þurfum að, eins og í þessu tilfelli þess að við erum að taka fyrir viðauka sem er nauðsynlegt að fara í, að gera slíkt, en við þurfum öll að setja gleraugun þannig á okkur að sé að ræða samþykkt, fjármála samþykkt og það sem ekki er innan samþykktra fjárhagsáætlunar er þar af leiðandi ekki samþykkt. Og hugsa þetta svolítið þannig og við öll sem kerfi, bæði kjörnir fulltrúar, nefndamenn og starfsmenn þurfum að einhenda okkur í þá að við ættum að geta gert minna því en verða þó ekki svo stífa þegar að óveður skellur á og við viljum styðja björgunarsveitina eða þegar að NPA-samningar þar sem greiðslur koma á móti koma upp að þá getum við brugðist við því. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Sem fleiri ekki hvað sé hljóð þess að geta samþykkt þennan viðauka gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það. Næsta dagskrá er skipulagsmál, Rangavellur, umsókn breytt deiluskipulag vegna Hólasandslínu 3 til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er erindi þar sem Árni Ólafsson fyrir hönd Landsnets HF sækir breyting á deiluskipulagi Rangárvalla vegna Hólasandslínu 3. Í breytingunni felst að afmarkað er lagnabelti fyrir flutningslínu raforku í stað nákvæmrar legu hverrar línu. Lóð númer 1 er stækkuð til samræmis við heimild á gildandi skipulagi. Nýir byggingareitir eru skilgreindir á lóð númer 1 fyrir tengivirki. Skýringum og litasamsetningu lítilega breytt og lagnabelti yfir endurnýtingarsvæði og Liljulund fellt út. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að breyting á deiluskipulagi í samræmi við fyrirliggjandi gögn verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, orðið er laust.
sem enginn hefur kallað sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt breytingu á deiliskipulagi Rangárvalla í samræmi við fyrirliggjandi gögn verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga, gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá er komið að 3. liður á dagskrá, Hólasandslína 3, lagning ídráttarröða undir vestustu kvísl Eyjafjarðarár og umsókn framkvæmdaleyfi til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Hér er að ræða 4. lið í fundargerð skipulagsráðs frá 15. janúar síðastliðnum. Þar var tekið fyrir erindi Friðriku Marteinsdóttur fyrir hönd Landsnets HF, þar sem sótt framkvæmdaleyfi fyrir lagningu 170 metra langra ídráttarröra fyrir 220 kW jarðstrengjasett í og undir vestustu kvísl Eyjafjarðarár. Er áætlað að vinna að framkvæmdinni samhliða byggingu brúar og lagningu stígs á þessu sama svæði. Fyrir liggur umsögn Umhverfisstofnunar að framkvæmdin sé ekki háð leyfi stofnunarinnar, en skipulagsráð hefur yfirfarið meðfylgjandi hönnunargögn vegna framkvæmdar við lagningu ídráttarröra sem í samræmi við gildandi aðal- og deiluskipulag. Mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar og álit skipulagsstofnunar þar og leggur til við bæjarstjórn að útgáfa framkvæmdaleyfisins verði samþykkt. En eftirfarandi skilyrði setur skipulagsráð fyrir veitingu framkvæmdaleyfisins, en það er að framkvæmdin skuli verið í samræmi við 24. grein lögreglusamþykktar fyrir Akureyrarbæ, en þar eru ákvæði farmflutninga og hreinsun ökutækja áður en farið inn á malbikaðar götur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, orðið laust, sem enginn hefur kallað sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt útgáfu framkvæmdaleyfis fyrir lagningu 170 metra langra ídráttarröra fyrir 220 kW jarðstrengjasett í og undir vestustu kvísl Eyjafjarðarár, gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá er komið að 4. lið á dagskrá, aðalskipulag, umsókn breytingu á skipulagi Reiðbrú til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Í þessu erindi lögð fram tillaga breytingu á aðalskipulagi í samræmi við bókun skipulagsráðs 18. desember 2019. Í breytingunni felst að gert ráð fyrir að nýta megi fyrirhugaða lagnabrú Landsnets yfir Glerárgil sem reið- og göngubrú. Felur það í sér að afmörkuð ný reiðleið og útivistarleið þar sem lagnabrúin fyrirhuguð. Þá einnig gerð sú breyting að afmörkuð útivistarleið samhliða reiðleið yfir núverandi brú sem 300 metrum neðar í Glerárgili. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að fyrirliggjandi tillaga að breytingu á aðalskipulagi verði samþykkt. Að mati ráðsins breytingin óveruleg, samanber 2. málsgrein 36. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010, þar sem hún hefur hvorki verulegar breytingar á landnotkun í för með sér, né sé líkleg til að hafa mikil áhrif á einstaka aðila eða áhrif á stór svæði. Skipulagsráð vekur athygli á því að í vinnslu stígaskipulag fyrir Akureyri og gæti það haft áhrif á endanlega stíga. Takk. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, orðið laust, sem enginn hefur kvatt sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt fyrirliggjandi tillögu að breytingu á aðalskipulagi sem felst í að gert ráð fyrir að nýta megi fyrirhugaða lagnabrú, varst að biðja orðið fyrir ekki? Lagnabrú Landsnets yfir Glerárgil sem reið- og göngubrú og jafnframt verði afmörkuð útivistarleið samhliða reiðleið yfir núverandi brú sem 300 metrum neðar í Glerárgili, gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá er komið að 15. lið á dagskrá, sóknaráætlun Norðurlands eystra 2020–2024 til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ný sóknaráætlun Norðurlands eystra hefur litið dagsins ljós. Sóknaráætlanir landshlutana byggja á því sem áður hétu vaxtarsamningar og eins og nöfnin bera með sér þá er ætlunin að horft sé til vaxtar og sóknar í byggðamálum. Sóknaráætlun okkar svæðis var unnin nokkrum skrefum þar sem kjörnir fulltrúar og almenningur koma að mótun stefnunar. Í henni koma fram fjölmörg metnaðarfull markmið. Mikið var lagt upp úr því að tengja sóknaráætlun við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og að mælanleg markmið væru sett fram.
ekki síst í því skyni að meta árangur þessara verkefna sem að mínu mati ákaflega mikilvægt. Í sóknaráætlun Norðurlands eystra eru 3 meginstoðir: atvinnumál og nýsköpun, menningarmál og umhverfismál. Farið var í gegnum svotgreiningu á svæðinu og lögð fram framtíðarsýn þeirra málaflokka sem ræðir. Sett eru fram 14 mælanleg markmið en auk þessara markmiða má lesa ítarlegar áherslur í hverjum og einum málaflokki. Markmið í kaflanum atvinnu og nýsköpun til næstu 4 ára eru að auka stöðugildi á vegum ríkisins 15%, að fjölga nýskráðum fyrirtækjum 10%, að auka hlutdeild skapandi greina og tækni í veltu atvinnulífs 20% og að auka opinbert fjármagn til rannsókna, þróunar og nýsköpunar til landshlutans 40%. Ég vil að sjálfsögðu taka fram að þetta eru ekki einu áherslur eða markmið en þetta eru þeir mælanlegu mælikvarðar sem sett eru fram. Markmiðin í menningarmálum að menntunarstig hækki 5%, að jákvætt viðhorf íbúa til menningar aukist 10%, að fjármagn til menningarmála aukist 10%, að störfum í listgreinum fjölgi 10% og að hamingja í landshlutanum aukist árlega 5%. Þetta markmið var rætt sérstaklega og talið ástæða til þess að hafa það inni því að til hvers eru við jú öll að þessu. Helstu áherslur í umhverfismálum eru að draga úr kolefnisspori landshlutans 50%, að draga úr urðun óendurvinnanlegs úrgangs 40%, að 80% af lífrænum úrgangi verði hluti af hringrásarhagkerfinu og að 10% af skólpi verði hluti af hringrásarhagkerfinu. Umrædd sóknaráætlun var samþykkt á aðalfundi Eyþings þar sem kjörnir fulltrúar á Norðurlandi eystra komu að. Til að skoða aðeins fjármögnun verkefnisins þá grunnframlag ríkisins til allra sóknaráætlunar samninga landsins 716,1 milljón króna. Þar af 492,5 frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu og 226 frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Til viðbótar eru gerðir sérstakir viðaukar að samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið leggi til 100 milljónir króna til sértækra verkefna sóknaráætlunar svæða, mennta- og menningarmálaráðuneytið leggi 32,8 milljónir króna til menningarmiðstöðva og að umhverfis- og auðlindaráðuneytið leggi 10 milljónir króna til verkefni sem tengjast hringrásarhagkerfi og loftslagsmálum. Loks koma framlög sveitarfélaga en áætlað að þau nemi á árinu 2020 70 milljónum króna. Lækkun á því fjármagni sem fer til sóknaráætlunar á Norðurlandi eystra á árinu 2020 7 milljónir króna frá því sem var í fyrra og verður 125,9 milljónir á þessu ári. Ástæðan reikniregla sem stýrihópur stjórnarráðsins nýtir við útreikninga og úthlutun fjármagns. Sóknaráætlun eitt þeirra verkefna sem stjórnvöld hafa í byggðamálum hér á landi, en í mínum huga þá ekki hægt að ræða sóknaráætlun án þess að ræða byggðamál almennt. Aldamótin 2000 má sjá haft eftir Jóni Rúnari Sveinssyni félagsfræðingi í Morgunblaðinu að byggðaþróun á Íslandi beri þess nú æ sterkari vott að Ísland sé að verða borgríki. Með leyfi forseta segir í þeirri grein: á höfuðborgarsvæðinu og áhrifasvæði þess búa nú þegar 75% landsmanna. Með íbúafjölgun í líkingu við undanfarin 5-10 ár verður þetta hlutfall 85% árið 2020. Kæru bæjarfulltrúar, árið 2020. Á áhrifasvæði höfuðborgarinnar milli Hvítána 2 búa 84% landsmanna. Hvert verður þetta hlutfall árið 2040? Með við sömu reiknireglu líklega 95-96%. Meðan við þetta eru landsbyggðarnar að tæmast. Þetta allt að gerast þrátt fyrir byggðaáætlanir, vaxtarsamninga, sóknaráætlanir, byggðastofnun, nýsköpunarmiðstöð, verkefni brothættra byggða og svo mætti lengi telja. Það mitt mat að þessi þróun sé til óheilla fyrir íslenska þjóð og þjóðhagslega óhagkvæmt og skemmst frá því að nefna uppbygginga í ferðamannaiðnaði sem byggir á landsbyggðunum. Það hefur litlu skipt hvaða stjórnmálaflokkur hefur ráðið för undanfarna áratugi. Aðgerðir til að snúa við byggðaþróun hafa verið of veikburða og þeim hafa fylgt of litlir fjármunir. Þessi staðreynd kom berlega í ljós eftir óveðurshrynur undanfarna mánuði. Grunninnviðir landsbyggðanna eru í molum. Áratuga gamlir innviðir ógna ekki aðeins búsetu og vaxtarmöguleikum, heldur öryggi íbúa á landsbyggðunum.
Úrelt byggðalínukerfi raforku, snjóflóðavarnargarðar sem ekki eru byggðir þrátt fyrir greiðslu í viðlagasjóði, helstu stofnanir á landsbyggðinni virðist vera fjársveltar, veikburða flutningsjöfnunarkerfi, dýrara flugvélaeldsneyti, lítið sem ekkert fjármagn í uppbyggingu flugvalla, allir starfsmenn allra ráðuneytanna á höfuðborgarsvæðinu, engin svæðisbundin áhersla á uppbyggingu, bankar og lífeyrissjóðir margfalt ólíklegri til að fjárfesta utan höfuðborgarsvæðisins, lítið fjármagn opinberra styrkja utan áhrifasvæðis höfuðborgarinnar og svo mætti lengi telja áfram. Þá virðist hæfni til fjarvinnu og skornum skammti og rík tilhneiging til þess að hafa allt hjá sér. Á Akureyri búa aðeins 5% landsmanna. Þó svo okkur sé tamt það að tala að það sé alltaf gott veður á Akureyri í öllu samhengi, þá vitum við að mæta vel og svo ekki. Ég vil sérstaklega nefna eina okkar meginstoð og bestu byggða aðgerð allra tíma á þessu svæði, Háskólann á Akureyri. Það er sorglegt að sjá og heyra að skólinn verji öllum sínum kröftum í varnarbaráttu til að reyna eftir fremsta megni að verja það sem fyrir þegar á sama tíma væri mun eðlilegra að hann væri í miklum sóknarhuga á öllum sviðum, rannsóknum, nýsköpun, norðurslóðamálum, nýjum námsbrautum og samstarfi við atvinnulífið. Framhaldsskólarnir í Þingeyjarsýslum og Eyjafirði eru að fást við fækkun nemenda vegna styttinga á námstíma til stúdentsprófs og þar af leiðandi fækkar ríkisstörfum og ríkisfjármagn inn á svæðið. Ég veit að mæta vel að ég er að mála helst til dökka mynd hérna í dag, þráttur að vera ansi bjartsýna eðlisfari. Ég vil iðulega vera frekar hluti af lausninni en hluti af vandanum. En ég tel við verðum einfaldlega að ræða þessa staðreyndir og ræða þessa óhugnanlegu þróun. Ég tel að við í bæjarstjórn Akureyrar berum mikla pólitíska ábyrgð í umræðum byggðamál. Við erum stærsti byggðakjarninn utan áhrifasvæðis höfuðborgarinnar. Áhrifasvæði þess okkar er síðan það stærsta á landinu. Það eru fleiri en íbúar Akureyrarbæjar sem stóla á okkur í umræðunni. Og byggðirnar á Norðurlandi eystra eru líka mikilvægar okkur. Án þeirra veikist Akureyri líka. Ég trúi því ekki að það sé vilji þjóðarinnar né þjóðinni fyrir bestu að landsbyggðarnar tæmist. Ég tel að við þurfum að gera mun betur til þess að snúa þessari óheilla þróun við. Bæði þurfum við sem bæjarstjórn að vera stórhuga, en það er ekki nægjanlegt. Ef að breyting á raunverulega eiga sér stað, þá þarf að skapa þjóðarsátt. Það þarf víðtæka hugarfarsbreytingu því lausnirnar eru til. Við þurfum ekki annað en að horfa til landa sem hafa náð ágætis árangri í byggðaþróun og við þurfum einfaldlega að innleiða þær aðgerðir og aðlaga þær að okkar umhverfi. Við þurfum ekki að finna upp hjólið, hið sér íslenska hjól. Noregur er dæmi lönd sem hafa náð árangri í byggðaþróun. Starfsmenn Byggðastofnunar fóru í fræðsluferð til Noregs árið 2017 og þar má lesa ýmislegt áhugavert með leyfi forseta. Þá kemur þar fram að lengi hafi ríkt mikil samstaða mikilvægi öflugra byggðastefnu í Noregi. Þetta er lykilatriði. Ef ekki er samstaða, þá breytist ekkert. Hvað vill þjóðin? Margvíslegum aðgerðum hefur verið beitt þar í landi og ekki hika við að beita kostnaðarsömum stuðningsaðgerðum með sérstaka áherslu á nyrstu svæði Noregs. Sem dæmi það sem gert hefur verið þar, þá má nefna að á skilgreindum aðgerðasvæðum var ráðist í lækkun tekjuskatts, undanþágu frá gjaldi á rafmagni, afskrifti námslána, hærri barnabætur, á tilteknum svæðum er heimilt að endurgreiða tiltekna prósent á stofnkostnaði nýrrar atvinnustarfsemi allt eftir stærð fyrirtækja og atvinnurekstur getur átt rétt á endurgreiðslu hluta flutningskostnaðar að hámarki 30–40% af heildar upphæð allt eftir fjarlæg flutninga. Þá hafa norsk stjórnvöld horft til sameiningar sveitarfélaga og lagt töluverða fjármuni í að liðka fyrir slíkum sameiningum. Kannski ekki ósvipað því sem nú kemur fram í frumvarpi sveitarstjórnarráðherra sem taka á fyrir á Alþingi. Hins vegar hefur mjög sjaldan þvingunaraðgerðum verið beitt í því skyni í Noregi. Ég tel að við þurfum að taka ákvörðun höfuðstaðinn okkar. Ég tel að það þurfi sérstaka höfuðstaðastefnu fyrir Akureyri, Egilsstaði og Ísafjörð. Og skilgreina þurfi ábyrgð og skyldur þeirra sveitarfélaga í formi höfuðstaðastefnu. Við sjáum það glöggt á heimsvísu að fólk sækist í auknum mæli eftir nálægð við borgarsvæði og ég tel tímabært að á Íslandi sé tekin ákvörðun að önnur borg verði til á Íslandi og sú borg verði Akureyri. Ef slíkt á að gerast þá þarf að fara vandlega í gegnum það hvað það þýðir
og það þarf að gera aðgerðaráætlun sem tryggir að þessi önnur borg landsins, eða það sem oft er kallað second city, hafi sannarlega ábyrgð og skyldur umfram eigið sveitarfélag, skilgreina hversu langt sú ábyrgð nær, í hverjum felst og að sjálfsögðu þarf fjármagnaða aðgerðaráætlun til að innleiða slíka stefnu. Þá er líka umhugsunarvert fyrir okkar litlu þjóð að hafa öll eggin í sömu körfuna á höfuðborgarsvæðinu. Komi eitthvað fyrir á því svæði, þá eru litlar bjargir orðnar eftir utan þess og mikilvægt að hafa það hugfast í landi líkt og okkar þar sem að náttúruöflin minna reglulega á sig. Akureyrarbær hefur nú þegar óskað eftir því við samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að Akureyrarbær taki í samstarfi við samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra eða SSN þátt sem vaxtarsvæði í stefnumótandi byggðaáætlun. Vonandi fáum við jákvæð viðbrögð við því erindi og að slíkt verkefni undirbyggi ákvörðun framhaldið. Sóknaráætlun landshlutana færir heimamönnum völd og fjármagn til að taka ákvörðun sína eigin framtíð. Slíkt í mínum huga góðra gjalda vert, en ég jafnframt hugsi yfir því hvort það sé of lítið og ég vona það sé ekki of seint. Þá tel ég einnig sorglegt að aðeins sveitarstjórnarráðuneytið og menntamálaráðuneytið fjármagni lungað af sóknaráætlunum landshlutana. Öll ráðuneytin ættu í mínum huga að leggja fjármagn til verkefnisins. Þá tel ég líka sorglegt að sjá að fjármagn til sóknaráætlunar hefur lækkað á þessu ári og ef marka má fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar þá kemur þetta fjármagn til með að lækka næstu árin. Þetta er ekki beint svo þróun sem ég hefði talið eðlileg í landi sem að verða eitt mesta borgríki veraldar. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á að þakka Hildu Jönu fyrir góða kynningu á sóknaráætluninni. Þetta er metnaðarfullt plagg og veitir nú ekki af. Ég staldraði við einn punkt sem er í upptalningu á SWOT-greiningunni, einn af veikleikunum okkar, fjarlægð frá markaðssvæðunum, hár ferða og flutningskostnaður. Og þá rifjast upp að þjóðvegur númer 1 frá Akureyri til Reykjavíkur er 388 kílómetrar. Þetta er ansi löng leið fyrir flutning á til dæmis matvörunni okkar og annarri framleiðslu suður á aðalmarkaðinn. Og þetta er líka löng leið fyrir ferðamenn sem að koma til Íslands Keflavík og við fáum ekki nógu stóran hluta af þeim hingað norður, skiljanlega. Og sjálf eigum við erfitt með að sækja þjónustu suður eins og við þurfum mörg hver til læknis eða hvað sem er. Nú, það væri hægt að stytta þessa leið töluvert með frekar einföldum hætti, til dæmis 5 til 6 kílómetra í Skagafirði og þá myndum við losna í leiðinni við erfiða leið við Víðivelli og Miklabæ og það væri hægt að stytta 15-16 kílómetra í Austur-Húnavatnssýslu og sömuleiðis sleppa við erfiðan veðurkafla í utanverðum Langadal. Svo var ég reyndar einu sinni í stjórn félag sem að vildi stytta leiðina 80 kílómetra. Það var allt of mikið, það var ekkert hlustað á það. Það var með því að fara Stórasand og með því að fara að hluta til Skagfirðingaveg sem að ég hafði mjög gaman að benda nágrönnum mínum á okkar í Skagafirði. Þetta var auðvitað leiðin suður, ekki að vera að þvælast alla firði, þræða fjörurnar. En þetta var nú svona aðeins til gamans. Ég fagnaði að það er núna áhersla á umhverfismál sem eina af 3 stoðum í áætluninni og ég bendi á að við erum framarlega á landsvísu hérna á svæðinu, til dæmis með Moltu sem að vinnur úr lífrænum úrgangi, Orkey sem að vinnur eldsneyti úr úrgangsolíu og svo metanvinnslan frá gamla urðunarstaðnum á Glerárdal. Og ég bendi líka á að það er komið núna fram frumvarp til laga sem gerir ráð fyrir að það verði lögð sú skylda á heimili og fyrirtæki að flokka allt sorp. Þetta verði ekki lengur bara vinsamleg tilmæli og hvatning. Þetta mun hafa verulega breytingu í för með sér og kannski bara mjög jákvæð innspýting í þessa umhverfisumræðu alla í sóknaráætluninni. Takk.
Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar einnig til þess að þakka bæjarfulltrúa Hildi Jönu fyrir afar góða yfirferð á sóknaráætluninni sem hún kom vel inn á þetta allt saman og fór einnig líka í byggðastefnuna, og þegar ég var að lesa yfir þetta þá rak ég mig aðeins á heilbrigðisþjónustuna, hvað kæmi fram í tengslu við hana varðandi svæðið hér, og fór svona að tengja það aðeins við byggðastefnuna. En eina mikilvægum leiðum til þess að viðhalda byggðum er að efla heilbrigðisþjónustu á svæðinu. Og í þingsályktunum stefnumótandi byggðaáætlun 2018–2024 þá kemur fram að íbúar landsins óháð búsetu hafi jafnt aðgengi að opinberri grunnþjónustu. Og það þurfi að skilgreina rétt fólks til opinberra grunnþjónustu eins og til dæmis heilbrigðisþjónustunnar. En eina ástæðan þess að fólk flytur úr dreifbýli er svo að fólk menntar sig hreinlega í burtu. Oft er því þannig farið að þegar ungt fólk utan að landi lýkur framhaldsmenntun fær það ekki vinnu við sitt hæfi sinni heimabyggð og flytur því til höfuðborgarsvæðisins. Heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni eru mikilvægar sem atvinnuveitendur í mörgum sveitarfélögum. Og oft er þetta einu vinnustaðarnir fyrir fólk með heilbrigðistengda menntun. Við getum horft á þetta hér á Akureyri þar sem við höfum heilbrigðismenntun í háskólanum sem er beintengt þeirri þjónustu sem við erum að veita hérna á svæðinu. Og í ljósi þessa er mjög mikilvægt að huga að því að fjölga menntuðum einstaklingum á landsbyggðinni og horfa þá sérstaklega til heilbrigðisþjónustu, því þar þarf verulega að gefa í. En landsbyggðin hefur þurft að búa við þá umræðu að sjúkrahúsin séu ekki rekstrarlega, að þau séu í rauninni rekstrarlega óhagkvæm. Og best væri að sem mesta þjónustinu væri veitt á stór höfuðborgarsvæðinu. Vissulega er það rétt ef bara er horft til beinharðs kostnað við rekstur þjónustunarinnar, en ef horft er til alls landsins, má þá kannski segja að Ísland sé í heild sinni óhagkvæm rekstrareining. Hvar liggja mörkin gagnvart óhagkvæmninni? Það hefur háð starfsemi heilbrigðisstofnunar úti á landi að hún er brothætt og viss starfsemi hefur jafnvel fallið bara með einum einstakling. En þetta á þó ekki einungis við landsbyggðina því að þeir sem hafa fylgst með fréttum undanfarið hafa séð það að þetta á líka við stór höfuðborgarsvæði. Landspítalinn stefnir hratt í það að vera komin í sömu stöðu og heilbrigðisstofnanir landsbyggðarinnar ef hreinlega hann er ekki nú þegar komin þangað. En það eru fá lönd sem við getum borið okkur saman við, en mér langar kannski að nefna Noreg líkt og bæjarfulltrúi Hilda Jana kom inn á áðan, þar sem er byggðastefna í gangi og margt gott gert. En rannsóknir í Noregi hafa sýnt að fólk vill fá sem mesta heilbrigðisþjónustu í sinni nærbyggð. Og þegar kemur að gæðum minni aðgerða er ekki munur á því hvort aðgerðin er framkvæmd á stóru sjúkrahúsi, litlu eða jafnvel einkarekinni stofnun. Aðrar norskar rannsóknir sýna að þegar sjúklingar voru spurðir um það hvað væri mikilvægt hvað heilbrigðisþjónustu varðaði, var númer 1 að heilbrigðisstarfsfólki hefði góða menntun. Og kemur þá kannski að punktinu mínu varðandi háskólan hér á Akureyri og kannski frekari menntun lækna. En við þurfum að horfa til fólksins hér á svæðinu. Ef að einstaklingar þurfa ofta að leggjast inn og ef þeir þurfa að ferðast langa veg og sérstaklega í þeim bráðatilfellum þar sem tími er mikilvægasti þátturinn. Bent Høie, heilbrigðisráðherra Noregs, telur að minni sjúkrahús eigi að vera best í því að eiga við það sem hrjái marga og þeir sem þurfa ofta sjúkrahúsvist að halda eigi að fá tilboð það í sinni heimabyggð. En hvernig getum við styrkt sjúkrastofnanir á landsbyggðinni? Ég held að sé afar mikilvægt að við horfum á Ísland sem eitt heilbrigðissvæði. Ekki byggja upp eitt þjóðarsjúkrahús þar sem heilbrigðisstarfsfólk hefur engan valkost annan en að vinna þar. Skilgreina þar út frá læknisfræðilegu sjónarmiði hvaða lágmarksþjónusta á að vera á hverjum stað og hvernig henni verður sinnt. Síðan má ákveða hvaða aðrir möguleika finnast til eflingar og starfsemi viðkomandi staðar og hvaða viðbóta þjónustu mætti sinna á hverjum stað. Við þurfum að styrkja til munar samvinnu Landspítalans og aðra heilbrigðisstofnana, tryggja samfellu við þjónustu með því að sameina starfskraftan okkar. En tækifæri getur falist einnig í því að setja kvóta á samninga nýrra sérfræðilækna störf út á landi. Ég veit að Noregi gerir það þegar norskir sérfræðingar útskrifast eða læknar útskrifast þá fá þeir boð vinnu út á landi og þeim ber að taka hana, annars þurfa þeir að flytja úr landi og fara sækja vinnu annars staðar. En ég er nú ekki að tala um að ganga svo langt.
En við getum líka kanna hvort að það væri hægt að hafa einhverja skattalegar ívilnanir eða afslátt af námslánum gegn því að viðkomandi heilbrigðisstarfsmaður starfi í tiltekinn tíma á viðkomandi svæði. En fyrst og fremst þarf að horfa á Ísland sem eitt heilbrigðissvæði og hvernig verður kosið að allir þegnar landsins njóti þeirrar grunnþjónustu sem kveður á Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja eins og aðrir á því að þakka bæjarfulltrúa Hildi Jönu fyrir það að vekja máls á þessu og sóknaráætluninni sem slíkri sem að mörgu leyti mjög gott plagg og var virkilega vel staðið að vinnslu þessar áætlunar og auðvitað ber maður þá von í brjósti að okkur takist að ná þeim markmiðum sem þar eru sett. Það er til mikilla fyrirmynda líka að það séu sett viðmið árangur. Ég naut samt aðeins það að það eru sett viðmið árangur í ákveðnu hlutfalli en það er ekki tilgreint hver er grunnstaðan og það kannski fannst mér veikleiki í áætluninni sem slíkri og væri kannski ráð að bæta inn í hana með einhverjum hætti því að það myndi bara styrkja hana alveg klárlega. En í raun og veru snýst náttúrulega málið stöðu landsbyggðarinnar versus höfuðborgarsvæði eins og bæjarfulltrúi Hilda Jana kom inn á. Og bæjarfulltrúi Ingibjörg nefndi líka. Þetta er náttúrulega grafalvarlegt mál. Það er ekki bara það að það sé í kringum 15% af íbúum landsins utan þessa þjónustusvæðis sem í kringum höfuðborgina. Heldur helmingurinn af þeim fjölda í raun hérna á Eyjafjarðarsvæðinu einu. Og þá velti maður því fyrir sér, skyldi það nú ekki vera kappsmál að minnstakosti að styrkja þá staði sem að standa betur til þess að reyna að snúa þróunni við allavega hluta. Ég myndi telja það mjög eðlilegt, en ég sé bara því miður engin merkjum þetta. Það er alveg sama hvar við berum niður í umræðum mál sem snúa uppbyggingu á grunnþjónustu, eflingu atvinnulífs eða þjónustu á landsbyggðinni. Það skal alltaf taka áratugi að koma mönnum í skilningu það að þetta skipti máli. Og það einhvern veginn þannig að það ekki fyrir að áföllin dynja á okkur og menn eru hálfdrygnir af höfuðborgarsvæðinu út á land að menn átta sig allt í einu á því að það þurfa að gera eitthvað. Svo gerist hitt, allt í lagi. Hér koma ráðamenn og kynna sér stöðu raforkuflutningsmála til dæmis í Eyjafirði og velta fyrir sér og víða reyndar og veltaði fyrir sér hvað nú hægt að gera. Jú, það settur á fót starfshópur. Þá skyldi maður ætla að það væri einhverjir settir í þennan og valdir í hennar starfshóp sem hefðu reynslu og þekkingu og upplifun af svæðinu og hvað þyrfti að gera. Og það ekki gert? Nei, aldeilis ekki. Þessir aðilar skulu vera úr ráðuneytunum eingöngu því að þar hafa menn vitneskjuna, þekkinguna, reynsluna og allt sem til þarf. Þetta náttúrulega bara bull og ég ætla ekki að hafa fleiri orð það. Þetta bull. Og það eitthvað sem þarf bara hreinlega að fara að gerast ef á ekki að fara illa. Og mér verður alltaf frekar heitt í hamsi þegar ég fer að tala þessi mál vegna þess að ég nú búinn að vera núna í þessari bæjarpólitík sennilega í 6 ár núna í vor. Ég get varla sagt að það hafi nokkuð mál hreyfst hérna hvað varðar samskipti ríkis og sveitarfélagsins. Við erum í sömu stöðu með hjúkrunarheimilið, Hlíð. Við erum að bera þarna einhvern 400 milljóna króna kostnað
að þjónustu sem ríkið á að standa undir? Er það því að við sem að gera svona vel? Nei, við höfum bara úttekt af því frá óháðum aðila að við erum að gera það sem sagt er eigi að gera. Ef þetta er dýrara hér heldur en annars staðar, þá er það vegna þess að einhverjir aðrir er ekki að gera það sem er eiga að gera. Nema að setja túlka og teygja viðmið landlæknisembættisins og heilbrigðisráðuneytisins út í hafsauga og segja bara við erum að gera það sem á að gera af því að við erum að gera þetta svona og það skiptir engum máli hvað þið gerið, þetta er bara svona og því að borga þetta á að kosta minna þeim. Þetta er bara della líka. Háskólinn eins og kom hérna fram áðan stendur í ákveðinni varnarbaráttu núna og í raun og veru þá ættum við að taka hvert einasta málefni hérna sem snýr að samskipti ríkis og sveitarfélagana og sveitarfélagana hér bara til umræðu í bæjarstjórn. Lið fyrir lið, fara ofan í hvern lið fyrir sig og ræða þetta og koma fram með einhverja tillögur aðgerðir. Og þar þurfum við bara að standa sem ein heild, þó við séum ekki alltaf sammála aðra hluti. Því að þetta er bara þjóðþrifamál fyrir samfélagi hérna og ég hef stundum sagt að kannski ætti að fara að horfa á Akureyri sem brothætta byggð og þá er sagt nei, það er svo neikvætt. Auðvitað er þetta neikvætt, það þurfa að standa hérna og segja Akureyri brothætt byggð. Ég veit það. Ég er bara farin að hallast að því að það sé markvisst unnið að því á einhverjum sviðum þarna suður í Reykjavík, á Arnarhólnum og einhvers staðar annars staðar, í stjórnarráðunum, að því bara að veikja landsbyggðina markvisst. Af því að þó að menn setji falleg orð á blað, það var ekkert gert með það. Þó að menn komi hér og svari, já, við höfum skilning á þessu, við vitum að þessu, við þurfum að gera eitthvað. Það gerir samt ekki neitt. Það bara gerist ekkert. Ég er farin að skilja Don Quixote alveg ógeðslega vel. Þetta eru tómar vindmyllur. Alveg verið talað. Ég veit ekki hvernig þið upplifið þetta. Svona upplifið ég þetta. Bara því miður. Og það sem er alvarlegt í þessu er það að nú erum við komin á fulla ferð í 4. iðnbyltinguna. Við erum að fullri ferð inn í hann. Hér rísa tæknivædd frystihús og fiskvinnsluhús, tæknivæddi togarar og fiskvinnsluskip. Það er tæknivæðing í öllum geirum sem kallar á minna mannafl. Þar. Hvað er það sem kemur þá til með að standa undir atvinnulífinu? Það er menntun. Það er menntun á sem flestum sviðum. Hvaða menntastofnunin á Íslandi hefur skilað flestum menntuðum einstaklingum út á landsbyggðirnar? Það er Háskólinn á Akureyri. Er þá ekki tilvalið að styðja við Háskólinn á Akureyri? Byggja þar upp sterka menntastofnun sem getur sinnt menntun á sem flestum sviðum. Ég er ekki að sjá að það sé meiningin í þessari grænbók sem liggur nú fyrir fjárveitingar til háskóla. Þannig að það kemur enn eitt atriðið. Hér var birt grænbók flugið. Var minnst á Akureyri þar? Nei, ekki til í dæmi. Við vorum fullvissum þá að fundi með virtum ráðuneytisstjórum og starfsmennum þeirra að þessi yrði nú breytt í hvítbókin. Það er ekki að sjá að svo hafi verið. Það er ekki einu sinni hægt að koma hérna upp lítilli flugstöð til að takast á við örlítið millilandaflug. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna. Ég bara tel að við getum ekki látið hér við sitja. Nú þurfum við bara að bretta upp ermar og það er ekki bara Akureyringar. Við þurfum að fá sveitafélögin hérna með okkur á svæðinu.
Nema ég ætla að nefna eitt. Nú komið frumvarp þjóðgarð. Hvað liggur í því frumvarpi? Ég sé ekki betur að því að vera við að tala styttingu þjóðvegarins til Reykjavíkur, sem eitt af þeim verkefnum sem þurfa að fara í. En ekki verið útiloka Kjalveg, uppbyggingu hans, ef að þetta frumvarp fyrir gegn? Það ekki eina leiðunum til þess að auka ferðaþjónustu og fjölda ferðamanna á Norðurlandi að byggja Kjalveginn upp og ná hluta straumnu sem fyrir á Gullfoss, hérna norður? Þannig það virðist vera nákvæmlega sama hvað maður ber niður, það snýr í raun og veru alltaf því að ýta undir 101 Reykjavík. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Byrjaði að þakka bæjarfulltrúi Hildíönu fyrir að taka þetta mál á dagskrá og fara svona vel yfir þetta, og ætla bara að segja bara svona hjartanlega sammála öllu því sem að bæjarfulltrúi Hilda sagði, og ég meira meina sammála líka öllu því sem að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason sagði. Ég er samt ekki alveg jafn þunglyndi yfir þessu. En mér langaði að nefna eitt atriði sem hefur ekki verið komið hérna inn á, og það fólksfjölgun, og það að segja fjöldi þess fólks sem býr á þessu landi. Það auðvitað í raun og veru mjög stór hluti af þessu máli sem við þurfum að ræða líka, að því við erum að tala hlutfall heildarfólksfjölga sem að býr hér og hvar á landinu, að þá auðvitað þurfum við að hugsa það að það þarf auðvitað, og einmitt af því að það engin lína hvar hagkvæmt að búa og hvar ekki, en auðvitað verður alltaf hagkvæmur og verður alltaf betri þjónusta eftir þessum að fólki fjölgar. Og að því að nú verið að vísa hérna dálítið í Noreg og lausnir sem að þar hafa verið fundnar upp, að þá get ég vísað í minna eigin persónulegu reynslu af því að búa í Norður-Noregi árið 1993, þangað sem ég fór til að leita ævintýra og peninga og vinnu, og þar var gríðarlega mikið af fólki frá Sri Lanka. Þar höfðu Norðmenn það var gríðarlega mikil borgarastyrjöld búin að vera lengi á Sri Lanka. Bara eins og við þekkjum á fleiri svæðum í heiminum og hafa verið meira og minna í gangi á ýmsum stöðum síðan, en þá var það á Sri Lanka, og þar í þessu litla bæ sem að ég bjó, sem að heitir Botsfjörð eða Bátsfjörður, og maður fór alveg inn í hjartað á bara gamaldags Noregi lengst upp í norðri, en þar var búið að koma sér fyrir tugir eða hundruðir fólks frá Sri Lanka, og þetta eitthvað sem að við þurfum bara að hugsa, og við þurfum að hugsa það hvar við ætlum að fá fólk, og ég er dálítið að endurtaka mig í þessari pontu því ég veit ég er alltaf að tala um þetta, en kannski í svona því samhengi og alveg án þess að gera lítið úr því að það er margt annað sem við þurfum að gera, og við þurfum að vinna á vegum landshlutasamtakanna sem eru auðvitað mikið fagnaðarefni að hafa gengið í ákveðna endurnýjun núna, og gríðarlega mikið samstaða, myndi ég segja, á þessu svæði. Við þurfum auðvitað að beita okkar góða bæjarstjóra og okkar góða meirihluta í þessari umræðu. Við þurfum auðvitað öll sérstaklega við sem störfum inn í einu formlegu flokkun sem eiga sæti á Alþingi, að beita okkur þar inn í okkar flokkum og endalaust að vera að tala um þetta. Ég er kölluð landsbyggðardólgurinn í VG og skammast mér bara ekkert fyrir það, finnst það bara fínt. En við þurfum auðvitað og taka þessa umræðu, annars vegar ekki bara að vera ótrúlega pirruð og þunglyndi yfir því að ekkert gerist sem samt alveg ærin ástæða til annars lagið að vera pirraður og þunglindur yfir, en líka til þess að velta upp tækifæri og möguleikum. Líka auðvitað við bara spyrja, ég meina það hljómar stundum eins og við séum alltaf vælandi, en auðvitað þarf einhvers staðar í henni miðlægu stjórnsýslu og maður veit alveg að þar alveg örugglega vilji til að landi sé allt í byggð, en það þarf líka einhvern veginn að fylgja því eftir, að við mögum ekki láta snúa okkur alltaf í einhvern fórnarlambsstól í þessari umræðu, og mér finnst það ótrúlega mikilvægt hvar sem við tökum hana.
og svo einmitt þetta, hvernig ætlum við að fjölga Íslendingum og lausnin er ekki kynlíf, því miður, það er bara það er alveg orðið ljóst, það er ekki leiðin, við erum ekki að nýta þetta nú velgarinnlega, þannig að sú lausnin er að gera landið aðlaðandi fyrir fólk sem er fætt annars staðar í heiminum og í því þá vil ég spyrja vegna þess að ég veit að velferðarráðuneytið hefur sent Akureyrarbæ erindi og ég held að sé svona ár síðan þjónustu við hælisleitendur, það er að segja fólk sem er ekki komið með stöðu, sem sagt hefur stöðu hælisleitenda inn í kerfinu. Ég veit ekki betur en að erindunum hafi bara ekki verið svarað, en ég myndi gjarnan vilja fá smá upplýsingar það, hvað varð það erindi og hvaða afstöðu ef einhverja við höfum í því. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sinni. Ég ætla að biðja varaforstjóra að taka við stjórnin og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja eins og aðrir að þakka Hildíunu fyrir að vera með þetta kynna áætlunina fyrir okkur og tekundi bara hvert orð eins og Sóley með Hildu og öðrum bæjarfulltrúum sem hafa talað hérna. Ég held við séum mjög sammála svona stöðuna og þessa greiningu og af hverju erum við hérna og svo framvegis og hvað þurfum við mögulega að gera. Ég hef búin að setja hann á sælend, en ok. En sko ég ætla svo sem ekki að vera þunglega því að Sóley kom inn á það. En ég ætla samt að taka verulega undir með Gunnari þegar hann fór hérna yfir sko við erum og frá því að ég kynntist bæjarmálanum fyrst þá höfum við verið að tala eins og við séum að tala bara fyrir tómum eyrum. Við erum alltaf, við eyðum hérna við bæjarfulltrúar og fleiri náttúrulega hérna innan kerfisins bara hjá ríkisstofnunum alveg ómældum tíma í að berjast fyrir því að verkefnum ríkisins sé almennilega sinnt á svæðinu sem ætti að vera metnaðarmál þeirra sem bera ábyrgð á þessum málum. Við erum að berjast fyrir því að háskólinn fái hér réttlátar fjárúthlutanir. Það er eiginlega sama hvar við berum niður, menningamál, samgöngumál, raforka núna síðan hversu langan tíma taka öll þessi vinna. Ég var á fundi núna daginn Blöndulínu 3 og ég hafði líka farið á fund 2010 þá ný bæjarstjórn sem þá að vera að ræða Blöndulínu 3 og mikilvægt að þetta þyrfti að koma sem fyrst. Núna sem þess að 10 ára seinna þá sátum við bara ágætis fund en vorum að gera svótgreiningu. Og sem er bara gott að blessa það, en þú veist, maður hugsa með sér, verði hérna eftir 10 ár líka í sömu stöðu eða einhver annar í þeirri stöðu að fara á fund og já, nú bara verður þetta að koma, við verðum að fá Blöndulínu 3. Þetta er bara svona dæmi eitt verkefni sem að búið að liggja á þessum landshluta hérna verulega og bara stendur honum fyrir þrifum innviða uppbyggingu sem getur þá orðið til þess að við getum bara hreinlega tekið málin í okkar hendur og ekki þá verið eins og bæjarfulltrúi Sóley kom hérna inn og við værum eitthvað svona vælandi yfir einhverju, þú veist, það er ekki það. Við þurfum bara að hafa innviðana í lagi til þess að við getum þá gert það sem við eigum að vera að gera. Við eigum ekki að þurfa einir landsmanna að greiða með öldrunarþjónustu umfram bara skattpeningana sem renna til ríkisins. Það er bara ósanngjarnt. Og svona mætti bara áfram telja. Við höfum verið að standa okkur gríðarlega vel hérna á Akureyri og við höfum alveg fulla burði til þess að gera betur, en tölurnar sína annað, eða þar að segja, bara eins og bæjarfulltrúi Hilda Jana kom hérna inn á í upphafi. Grein sem er rituð árið 2000, að eftir 20 ár þá munir bara 85% búa á höfuðborgarsvæðinu. Það reynir síðan rétt 20 árum síðar. Þú veist, og þetta var miðað við að gera ekki neitt. Gerði fólk þá ekki neitt? Þú veist, er það bara þannig að við höllum okkur bara öll aftur og skulum bara sjá hvort að við redda sér ekki þarna sem búa þarna út á landsbyggðinni eða landsbyggðunum, ef ekki, þá bara förum við öll á Suðvesturhornið. En ég held líka bara fólk héðan, það fer ekki endilega á Suðvesturhornið og það er umhugsunarefni fyrir þá sem stýra landinu. Þeir fara bara ellendis. Unga fólki okkar fer ekkert suður endilega.
það fer bara eitthvað annað. Og í hvaða málum erum við þá? Við gætum eins og bæjarfulltrúi Sóley kom inn á, boðið erlendu fólki að koma hérna í meira mæli og það er bara auðvitað að gera það. En það kannski duga bara ekki til og við þurfum þá líka að taka vel á móti því. Þannig að það er bara svo margt í þessu sem er svo ergjandi, ef maður gerir mann svo argan að manni falla stundum hendur. Þó held ég að það sé mörg jákvæð teikn á lofti og það má meðal annars sjá í þessari sóknaráætlun. Öll þessi sveitafélög við erum öll búin að gera okkur grein fyrir hvað þarf að gera og við ætlum að standa saman í því. Við höfum verið að berjast fyrir bættum samgöngum sem er nú eitt og ég ætla nú svo sem ekki að tala lengi flugvöllin eða uppbygginguna þar. Það er náttúrulega bara til háboruna skammar að ætla sér ekki að bara vinda sér í það verk. En við erum líka að sjá fram á núna, þú veist að í þessu vonda veðri sem hefur verið síðustu daga og síðustu vikur, að þá lokar bara þjóðvegur 1 til beggja átta trekkon í hvað. Og ég er ekki að segja, vil ekki að fólk fara vaða af stað í vitlausu veðri og fara í einhverja hættuför. En það þyrfti að koma upp betra kerfi, það sem að væri þá bara hreinlega farið með moksturstækjum 2 á dag eða eitthvað slíkt. Þetta er óboðleg þjónusta fyrir svona stórt svæði og svona stórt atvinnusvæði sem byggir á því að geta flutt vörur til og frá svæðis. Þannig að það er svona eitt lítill hluti. Við þurfum einhvern veginn alltaf, finnst mér að vera, og það verður til þess að við hljómum eins og við sem að væla, en við erum alltaf sett í þá stöðu að þurfa að berjast fyrir viðunandi þjónustu frá þá hinu stjórnvaldinu. Og svo ég haldi mér nú á jákvæðan nótum sem tilbæri, þá ætla ég að taka upp þarna, þú veist, þessi samstaða sveitarfélaganna í kring er algjörlega til fyrirmyndar og hefur breyst alveg á síðustu árum og við erum sammála hvað það er hægt að gera og við ætlum að gera það, en ríkið þarf að sjálfsögðu að koma með okkur í það. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið málu sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Og næst tekur máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líkt og aðrir byrja á því að þakka Hildi Jönu bara fyrir mjög gott og ítarlegt erindi. Bara mér finnst þetta bara algjörlega hitt í mark og ég held að þú hefur sagt það sem við öll erum að hugsa og höfum svo sem marg rætt um. En ég fór aðeins að hugsa nú er þetta, ég er ekki búin að vera mjög lengi í pólitík, en ég er samt búin að vera 5 ár í pólitík og ég finn með hverju árinu hvað ég verð alltaf leiðilegri og leiðilegri og leiðilegri. Og ég held að eina ástæðum sé sú að sitja, ætli ég sé ekki búin að sitja svona 34 fundum raforkumál. Hlusta á það sama aftur og aftur og aftur. Ætli ég sé ekki búin að hlusta fara á álíka marga fundi varðandi flugvöllinn. Háskólinn, sjúkrahúsið, verkmenntaskólinn. Ég held að sé ekkert skrítið að þeir sem í pólitík og starfandi hér verður bara hálf þunglindir á þessu ástandi. En sem er svo leiðilegt því að það er svo hættulegt því að við erum á þeim stað að það er svo fín lína hvenær við erum farin að tala okkur niður og fæla fólk frá okkur og hvenær við erum að berjast fyrir málefnum. Þannig að ég held við líka þurfum aðeins að fara að hugsa það því að ég heyri það á sömu ungu fólki að það sér enga framtíð hér. Og ég líka fer stundum að þá horfa, ok, er það kannski orðið mér líka að kenna? Ég tala endalaust heima hjá mér, til dæmis það, hvað ríkið sé ömurlegt fyrir það að vera ekki að skaffa peninga í þetta og hitt og við sem að borga með okkur í þessu og hinu. Og ég er að tala þetta við vini mína og þau hafa börn og það allir að hlusta á þetta og þið eru öll að tala þetta heima hjá ykkur og fleiri. Þannig að við megum heldur ekki skaða ímynd okkar með því hvernig við erum að tala. Þannig að eins og ég segi, þetta sé rosalega fín lína, þannig að en mér langar til þess að leggja til eitt því að ég held það eru líka fundanna sem við höfum setið hér með okkar þingmönnum hér í þessu kjördæmi og við erum alltaf að tala um það sama og sama og sama. Og þau eru öll, sama í hvaða flokki þau eru að berjast með okkur og þau hafa alveg skilning. En það eru aðrir þingmenn
sem að hafa ekki þennan skilning. Nú höfum við síðustu árin annars slagið ferð til Reykjavíkur og hitt borgarstjórn Reykjavíkur. Næsta ferð okkar á bara að vera að fara að hitta alþingismenn, fara bara og ræða þessi mál, setja spilin á borðið og reyna að fá skilning fleiri heldur en bara okkar þingmanna á stöðunni að hér sé, eins og Hilda kom inn á, að skapast borgríki og ef við gerum ekki eitthvað núna og vonandi ekki orðið á seint, þá þetta bara búið. Það bara þannig. En ég ætla ekki að tala okkur of mikið niður, ég var að segja það í síðustu setningu. En ég fór einmitt til Noregs síðasta sumar og þar einmitt, eins og Hilda kom inn á, og búið að vera mikið sameiningar. Og það sem að ég var svo ánægð að sjá og heyra, hvað allir töluðu jákvætt þetta. Þetta var ekki eitthvað neikvætt, það var ekki verið að þvinga neinu, það fylgdi þessu fjármagn og fólk var frekar að sjá jákvæðu hlutina við þetta heldur en neikvæðu hlutina. Og mér langar svo að við komumst á þennan stað hér. Því að ef einhver nefnir orðið sameiningssveitarfélag, þá fara allir í vörn, við erum að tapa ykkur og við erum að missa eitthvað. Þannig að ég svo vonast til að við komumst upp úr því fari og ég reyndar rosalega ánægð með hvað árangri við höfum náð í samtali og samvinnu á þessu svæði. Ég held að þegar við áttum aðalfund á Þórshöfn fyrir nokkrum árum hjá landshlutasamtökunum, ég held að það hafi verið tímamótafundur. Að þá fórum við í alvöru að tala saman hvað getum við gert til að hjálpa okkur og hvernig getum við staðið saman. Og það að vera búin að sameina atvinnuþróunarfélagin fyrir austan og hér landshlutasamtökunum finnst mér bara gríðarlega jákvætt og stórt skref og ég held að gera okkur miklu sterkari heldur en við höfum verið. Einmitt höfuðstaðastefna, ég held að það sé bara forgangsverkefni hjá okkur núna. Og núna höfum við fengið viljir frá ráðherra sveitarstjórnarmála að fara í það verkefni með okkur og nú bara látum við hann standa við það. Þannig að við þurfum bara að keyra á að fá fjármagn í að gera þetta því eins og Hilda kom inn á, við þurfum að vita hvað þetta þýðir. Ég vil ekkert endilega vera borg, ekki vitandi hvað það þýðir, eða höfuðstaður, ekki vitandi hvað það þýðir fyrir mig, þannig að komum því verkefni af stað. Við höfum líka rætt það svolítið að við höfum setið eftir í því að fá styrkinn á svæðið og við þurfum líka að skoða hvað að valda, af hverju erum við ekki að sækja þessa styrki, hvað það? Ég ger mér ekki grein fyrir því, hvað nákvæmlega það þannig að við þurfum að finna lausnir á því. Nú veit ég að háskólinn búin að ráða til sín mjög færa sérfræðinga á þessu sviði að sækja styrki og það kannski verðugt verkefni fyrir okkur að fara bara í samstarf við háskólann og fá að nýta þessa starfsmenn og þeirra þekkingu því að við vitum það öll að hér eru sjóðir og í Evrópu eru sjóðir sem við getum sótt í. Ég tala nú ekki verkefni eins og við höfum verið að tala eins og lífmessaverið. Rektor háskólans hefur einmitt bent á það að það sé kjörið verkefni til þess að sækja fjármagn í og þá erum við ekki að tala einhverja tíkalla, við erum ekki að tala það einhverja 1-2 milljónir, það jafnvel að tala 100 milljónir eða meira. Þannig að nýtum tækifærin þegar þau gefast eins og þarna. Nú hefur líka Kristján Þór ráðherra talað fyrir því að flytja störf út á land. Þannig að nú það okkar að pressa á að það sé stað við það og þannig að ég bara vona að það verði fyrirmynd fyrir aðra ráðherra og nú búið að ráða framkvæmdastjóra fyrir landshlutasamtökin sem hefur reynslu af því að flytja stofnun út á land. Þannig að það verður nú líklega ekki hægt fyrir einhver að segja við þann aðila að það sé ekki hægt að flytja stofnun út á land. Þannig að ég held að vona að það verði líka bara tækifæri fyrir okkur. En ég ætla að reyna að vera jákvæðari og ég ætla að reyna að vera skemmtilegur pólitíkus en ekki þessi leiðileg og markmið mitt þá næstu allavega árin af þessu kjörtímabili að vera í skemmtilegheitunum líka. Þannig að ég ætla að vera bjartsýn því ég var á fundi í dag. Ég formaður úthlutunarnefndar uppbyggingarsjóðsins sem undir sóknaráætlun og það voru 158 umsóknir á
þessu ári og mjög frambærileg og spennandi verkefni sem sýnir mér okkur það að hér mjög góður og flottur mannauður á svæðinu, mikil gróska, þannig að ég ætla bara að vera bjartsýn þó að við þurfum að áfram að setja upp hnefana gagnvart ríkisvaldinu, en þá bara legg ég það í hendur forseta bæjarstjóra að við förum suður og hittum þau og förum yfir málin og komum fleirum í skilningum mikilvægi þess að hér myndist höfuðstaður. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sinni, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætir bæjarfulltrúar, ég vil byrja á að þakka Hildi Jönu fyrir vekjandi ræðu og segja jafnframt að það er auðvelt að vera sammála öllum bæjarfulltrúum sem hafa tekið hér til máls í dag. Það er mín bjargfasta skoðun að fólk eigi að fá að búa þar sem það kýs. Straumur fólks hins vegar liggur til suðvesturhornsins en við hér á Akureyri getum svona sannarlega verið mótvægi við það svæði. Í sóknaráætluninni er talað umhverfismál og einu af áherslunum er að við viljum koma upp líforkuveri. Þannig að ég ætla að vera jákvæður og tala sorp. En lífmassi er úrgangur sem við viljum koma í fullkomin endurnýtingarfarveg. Ef sá farvegur er ekki til staðar eru allar líkur á því að slíkur úrgangur endi í urðun með tilheyrandi neikvæðum umhverfisáhrifum og mikilli losun á gróðurhúsalofttegundum eins og metani. Á Norðurlandi erum við líklega að tala að lágmarki 15.000 tonna ári sem falla til, matarleifar, úrgangur frá sláturhúsum, steikingarolja, timbur, pappír, gróður og fleira. Og ef við tökum mikið þar inn í þá erum við komin langt fram yfir 100.000 tonn. Það er mjög lítið endurvinnsluferla á Íslandi og því er mikið af endurvinnanlegum úrgangi sem fellur til og fluttur jafnvel úr landi. Með lífmassaveri erum við að opna nýja möguleika á þessu sviði. Uppbygging á lífmassaveri þar sem stór hluti af úrgangi á Norðurlandi yrði meðhöndlaður, yrði líka kærkomin viðbót inn í atvinnulífið og geti skapa fjölda tækifæra á nýsköpun og þekkingu. Það er bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sínu, orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs þá segir umræðunni lokið þennan lið og næst það skýrsla bæjarstjóri til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, góðu bæjarfulltrúar, ég vil byrja því að óska ykkur gleðilegs árs og þakka fyrir þessa góðu umræðu sem fór hér fram áðan. Ég held að hún sé alveg gríðarlega mikilvæg og við munum að sjálfsögðu skunda til Reykjavíkur til þess að hitta alþingismenn. Nú hef ég unnið í 3 landshlutum og þetta er 3. landshlutin sem ég hef unnið í og það er sama umræða allstaðar. Og ég held að það ætti að vera til umhugsunar fyrir alþingismenn og þá sem eru ráðandi hverju sinni að þessi umræða kemur frá öllum landshlutum og það ætti að vera mikið og stórt umhugsunarefni. Að það eru allir landshlutar sem kalla eftir því að það sé brugðist við og farið í alvöru byggðastefnu og alvöru byggðaaðgerðir. Þannig að ég vil fá að þakka Hildu Jönu fyrir hennar góðu framsögu og ykkur bæjarfulltrúum fyrir það sem á eftir kom. Það var mjög gott. En þetta er skýrsla bæjarstjóra frá 17.12. til dagsins í dag og eðli málsins samkvæmt þá hefur nú verið heldur lítið að vera síðastliðinn mánuðinn. Nú 18. desember þá sat ég kynningu ásamt bæjarfulltrúum hjá Hellu Bergþóru Björnsdóttur lögreglustjóra á Norðurlandi sem bauð okkur í heimsókn á lögreglustöðina þar sem hún fór yfir verkefni embættisins, almannavarnanefnd og ekki síst hvernig öryggismyndavélar sem Akureyrarbær kom að hafa verið að gagnast núna síðustu misserum. Og það er skemmst frá því að segja að þetta var ákaflega góður fundur og upplýsandi fyrir alla aðila og gott að sjá hvernig lögreglan er að vinna og ég held að við getum verið öll ákaflega sátt við okkar góða lögreglustjóra og hennar vinnu og það var líka mjög gott fyrir bæjarfulltrúa og mig að fá að heyra af
því hvernig almannavarnanefnd eða sem sagt almannavarnir ríkisins og almannavarnir hér á þessu svæði voru að vinna sérstaklega núna miðjan desember þegar óveðrið gekk hér yfir Norðurland. Sama dag þá áttu ég og forseti fund með Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar þar sem rætt var orkuskipti í Grímsey og svo daginn eftir var fundur, mjög fjölmennur fundur á Hótel Kea flugmál á vegum Markaðsstofu Norðurlands. Mér langar líka að segja frá því sem nú kannski svona aðeins persónulegs eðlis að ég flög út með beinu flugi héðan frá Akureyri 3. janúar til spænskrar eyju í Atlantshafi og það verður nú að segjast eins og að það meiri háttar lúxus að geta flogið frá flugvellinum okkar góða héðan frá Akureyri og til útlanda og þurfa ekki að keyra þegar allra veðra von eins og hefur verið hér undanfarnar vikur og farið með örgum hætti hér út á flugvöll og ekki þurfa að fara í gegnum Leifsstöð með börn og fjölskyldu og fljúga beint og koma síðan tilbaka og vera hálftíma seinna komin upp í rúm. Þetta lúxus sem ótrúlegur og ég held að við verðum að leggja alla áherslu á það að ná frekari beinum flugum. Ég sannfærð það að það verður ekki illa nýtt, allavega ekki af okkur Norðlendingum, því að það hafa þær ferðir sem farnar hafa verið núna upp á síðkastið sýnt að íbúar hér vilja nýta sér þessar ferðir. En því miður þá var nú ófært til landsins þannig að það var 1,5 dagur sem bættist við en lent var hér á Akureyrarflugvelli 15. janúar og við eins og ég segi verðum að halda áfram að berjast með kjafti og klóm fyrir því að þetta verði sá valkostur sem hann á að sjálfsögða vera. Nú í morgun þá settist ég niður með Þorláki Axel Jónssoni aðjúnkt við kennardeild Háskólans á Akureyri þar sem ég vildi fræðast meira rannsókn sem hann hefur verið að vinna búsetumun og þjóðfélagsaðstöðu samkvæmt PISA skoðuð og við áttum þar mjög gott samtal og áhugavert og þetta mjög merkileg rannsókn sem Þorlákur að vinna. En meira var það svo sem ekki, þetta upphaf árs og ekki mikið að vera en ég vil aftur þakka fyrir góða umræðu hér og undan. Takk. Það bæjarfulltrúi Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og eftirtalda fundagerðir lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 13. og 19. desember 2019 og 9. og 16. janúar 2020. Bæjarráð 19. desember 2019 og 16. janúar 2020. Frístundaráð 18. desember 2019 og 8. janúar 2020. Fræðsluráð 16. desember 2019 og 7. janúar 2020. Skipulagsráð 18. desember 2019 og 15. janúar 2020. Stjórn Akureyrarstofu 19. desember 2019 og 9. janúar 2020. Velferðarráð 18. desember 2019 og 8. janúar 2020. Þessa fundagerði má alla nálgast á heimasíðu Akureyrarbæjar og ég segi þá fundi slitið klukkan 17:10. Takk fyrir góðan fund.